Við erum í viku 4 í Veffortum 2 voru 2026 og ætlum að byrja í dag að fara yfir hópverkefni 1. Við munum síðan fara og halda áfram með verkefni 2 og skoða uppsetningu á Postgres áfram þar sem við endum á í seinasta tíma og við munum skoða það hvernig við sendum þá gögnin með formi yfir HTTP frá framenda yfir á bakenda, vinnum með gögnin og vistum þau síðan í gagnagrunnin. En byrjum á að fara yfir hópverkefni 1 sem að tengist vefþjónustum og notendaumsjón og síðan hýsing líka svona það sem við erum að gera í verkefni 2. Við erum kannski enda á því núna og ef við náum því ekki fyrir við yfir það í næsta tíma hvernig við setjum þetta upp í hýsingu þess að ekki á Netlify heldur í render eða á Railway. En hópverkefni 1 verkefni sem að snýst það að búa til vefþjónustur og þessar vefþjónustur eru þið megið velja í raun hvaða verkefni þið takist á við og það í raun gefnar svona almennar kröfulýsingar bæði functional, þess að hvaða virkni á að vera til staðar og non-functional hvað þarf að hafa í huga eins og öryggi og þess áttar. En það sem þetta snýst í raun þetta sem við byrjum að skoða í seinasta tíma sem var að setja upp gagnagrunn og setja upp þá fleiri en eina töflu og það hérna að minnstakosti 6 töflur sem að tengjast síðan á einhvern hátt. Þannig að þær hafa primary key og þær hafa foreign key ef það tengjast einhverjum öðrum töflum. Þær hafa einhver gögn sem eru unique og þá eru að nota þessar leiðir í gagnagrunnum til þess að skilgreina það að ákveðnir dálkar séu svona eða hins einn. Síðan á að setja einhver gögn inn í gagnagrunnin að minnstakosti 50 færslur í heildina. Síðan ætlum við að búa til SQL fyrirspurnir beint eða með einhverjum tólum eins og Prisma sem að þá tengjast við gagnagrunnin, sækja gögnin, setja inn gögnin og uppfæra þau eða eyða þeim. Við ætlum að búa til einhver gögn og það hægt að nota þjónustu eins og Faker eða bara handbúa til einhver testgögn og síðan hægt að setja þetta upp í hýsingu. En vefþjónustunar sem að ætla að fara á þetta í raun að þær eru að hjúpa þessa virkni við gagnagrunnin. Þannig að þetta eru endapunktar, það er að segja, búið til vefþjónustu. Vefþjónusta hefur nokkra endapunkta, þar sem einn endapunkturinn getur verið að skrá sig inn. Annar endapunkturinn getur verið að fá lista af öllum færslum. Þriðji getur verið að eyða ákveðinni færslu. Fjórði getur verið að uppfæra færslu og svo framvegis. Förum nánar og á dýptina í þessu í næstu 2 fyrirlestrum og í verkefni 3. Og þegar við erum að búa til þessar vefþjónustur þá ætlum við að nota JSON í öllum samskiptum og við ætlum að hugsa sérstaklega HTTP, þar að segja við erum að nota réttar HTTP aðferðir sem við fórum yfir í seinasta tíma og skila réttum HTTP stöðukóðum þar sem það á við eins og í Last closet í Vaffer 2 í dag. Og þannig að við ætlum til dæmis að hafa einhverja endapunkta sem eru opnir, þar að segja þarf ekki auðkenningu inn á, við ætlum að hafa einhverja sem eru læstir, það þarf að auðkenna sig og þá ef við erum með óauðkenda nota eða sendum vitlausa auðkenningu á endapunkt þá ætlum við til dæmis að skila 401 sem er unauthorized. Síðan ætlum við ef við erum að taka við gögnum þá ætlum við að skila 400 villu ef að gögnin eru ekki rétt, þar að segja við ætlum að vera með einhverja leið til þess að staðfesta að gögnin séu rétt eða röng eða í réttu formi og ef þau eru í lagi búum við til hluti, skilum upplýsingum það, annars skilum við villu það að eitthvað hafi ekki farið eins og það átt að fara. Svo ætlum við að vera með notendaumsjón, þannig að við ætlum að vera með óauðkenda notendur og við ætlum að hafa einhvers konar stjórnanda, við ætlum ekkert að flækja þetta með það. Og þá stjórnandinn í raun má gera allt sem við skilgreinum, sem þá allt sem óauðkendi notendur getur og svo hitt sem læst. Og þá þetta í eðli sínu frekar svona einföld verkefni, þessar CRUD aðferðir eða aðgerðir sem þá create, read, update og delete. Þannig að það búið að skilgreina einhverja töflur
í einhverjum töflum ætlum við að geta gert þessar aðgerðir sem þýðir þá að við getum lesið upp úr þeim, skrifað ofan í þær, uppfært gildin úr þeim eða eytt þeim. Og þetta er ekkert eitthvað fabulous verkefni, en þetta er ótrúlega, þetta verkefni, bara gera þetta er svona 80% af því að vera í vefforritun. Þetta er svona yfirleitt, þetta bara, við erum alltaf að vinna með það að lesa ykkur gögn, uppfæra ykkur gögn, eyða ykkurum og skrifa ykkur gögn. Og þetta er bara gott verkefni til þess að æfa sig í því. Og við ætlum að nota svona JVT tókena og nota eitthvað þekkt library til þess að setja upp notenda umsjónuna. Og ef að þið notið Express sem þið megið, þá getið þið notað Passport, og Passport er með fullt af svona tengipökkum til þess að setja upp auðkenningu. Ef þið notið Hono, þá getið þið notað Better Auth, sem er open source pakki sem að útfærir í raun margs konar auðkenningu, en svo munum við sjá í næstu viku. Auðkenning getur verið margs konar, hún getur verið að ég skrái mig með username og password, að ég skrái mig með í gegnum Google sem authentication provider, þannig að við treystum því að Google geti auðkennt mig og ég fái komið tilbaka og þá er hérna, hei, þetta er sannarlega einhver notandi sem að hefur aðgang að þessum netfangi og heitir þetta samkvæmt Google. En það er eitt, það er svona auðkenningaparturinn, það er að vita það að einhver er einhvern veginn sá sem að segist vera, og það er þá, hef ég aðgang að einhverju netfangi, og hafandi aðgang að þessu netfangi þá get ég sett eitthvað lykilorð eða ítt á einhvern klekk í póstinu mínum til þess að staðfesta það, og þá vitum við bara, við getum á einhvern einhverjum hátt auðkennt þig. En síðan er þetta alveg yfir í það að við getum verið með rafræn auðkenni, þar sem að við erum í raun út frá kennitölu getið sagt að þú sért nákvæmlega þessi aðili sem er skráður í Þjóðskrá Íslands, og þá get ég hugsanlega gert hluti sem að tengjast því sem að kennitala getur leyft mér, eins og fletta upp hjá Þjóðskrá, fletta upp hjá einhverjum kerfum og svona. En við ætlum bara í raun að hafa þetta að við búum til einhverja leið til þess að búa til notanda sem er þá verður auðkendur gagnvart kerfinu, og sá notandi getur gert einhverjar aðgerðir og átt eitthvað tengt kerfinu. Þetta er ekkert eitthvað mikilvægt eða eitthvað svoleiðis, en þetta er bara svona þessi skref að geta auðkennt og síðan authorizað. En authorize er þessi pæling að ég auðkenni þig og svo má einhver hópur notandana skoða þennan part en ekki hinn partinn. Og einhver má uppfæra þessi gögn en hinn má bara lesa þau. Þannig að það er ekki bara eitt sem við þurfum að spá í. Við þurfum að spá í þessu authentication og svo authorization. Síðan mynda eða vídeóstuðningur. Þannig að þið ætlaðu einhvern hátt að taka við myndum eða einhverjum svona binary gögnum. Það mætti í raun líka taka við gögnum eins og PDF. Ég ætla að bæta því við þarna sem möguleika. Þá er þetta í raun að taka ekki eingöngu við textagögnum á textaformi, heldur líka taka við gögnum sem eru á binary formi, sem er þá eins og myndir, vídeó eða PDF-skjöl. Þannig að það getið þið sett upp með þjónustum. Sýnlausnirnar sem að ég vísa í úr eldri verkefnum nota Cloudinary, svo er Imgex líka með ókipist hér, og svo er Mux sem að er líka svona Video API for Developers, og þau eru með svona no credit card þar sem er þetta game alltaf 10 vídeo. Þetta getur verið áhugavert, þannig getið þið sendt inn vídeóið, átt við þau, kliftu og gert eitthvað svona. Þetta er bara svona ef þið hafið áhuga á þessu, þá getið nota tækifæri til þess að prófa okkur áfram með einhver önnur svona product eða pælingar. Og ef þið eru með eitthvað annað, ég ætla að nefna þetta sem svona binary object stuðningur, að þá megið líka bara spyrja mig, hei, okkur langar að prófa að vista svona hlut sem að er eitthvað á öðru formi en bara texti. Síðan bara sem við höfum verið að gera í verkefni 1 og í verkefni 2 að setja upp ESLint, setja upp TypeScript. Ef þið notið Hono þá náttúrulega megið nota TypeScript. Þetta er svona getur sérstaklega tekið fram hérna að það sé verið að nota TypeScript, en ég ætla líka að laga það, ég ætla að nota þetta hérna hjá mér.
sjá. Og þá ætlum við bara að setja upp ESLint, setja upp test, setja upp skript, bara setja þetta upp svona eins og við höfum verið að setja þetta. Skipulega og bara nota þessi tækjutól og við erum að vinna þetta svona eins faglega og þið kunnið á þessum tímapunkti og þú veist bara skiljið við þetta þannig að þetta sé skiljanlegt. Skjalið það hvernig testin eru keyrið ef það er eitthvað sem þarf að gera sérstakt og eitthvað svona. Þannig að síðan er það öryggi og við förum yfir það núna í þarnæstu viku. Hérna er öryggispartur. Ég ætla aðeins að fara yfir. Það er smá námsefni sem tengist OWASP listanum og ég er ennþá vonast þess að fá hérna geta reddað gestafyrirlestri, einhver úr öryggisbransanum til þess að fara yfir þetta. Og þetta þá sérstaklega við notendaumsjón og þegar við erum að taka við gögnum. Staðfesta gögnin, authorizaða gögnin, passa upp á að ég sé að sækja við sem aftur að checka authentication og authorization og hérna pælingar í kringu þetta og það eru nokkur svona hluti sem eru svona bara table stakes, bara svona alveg basic hluti sem við verðum að hugsa nota, eins og við sáum að sem að nota hérna parameterized queries svo við sem ekki búið til SQL injection möguleika það er að hafa eitthvað validation á gögnunum og það er ekki bara validata að þetta sé eitthvað sem líti út eins og strengur, þetta líka að þetta sé ekki óendanlega stór strengur sem gæti hugsanlega sprengt eitthvað einhvers staðar. Það sé bæði lágmark og hámark á honum. Að það sé ekki hægt að senda inn XSS, cross-site scripting, senda inn JavaScript kóða sem hugsanlega myndi keyra á einhverjum stað. Og þetta er svona þetta helsta og svo eru svona aðrir hluti sem að má fara á dýptina ef að þið viljið, varðandi öryggi og OWASP-listan. En nánar það eftir 2 vikur. Síðan að setja upp í hýsingu. Þið getur notað Render eða Railway og tengja það með GitHub og vera með Postgres eitthvað að setja upp og bara vera með flæði. Tjekkið inn í GitHub, það deployar, þið getur skoðað, þið hafa einhverja leið til þess að setja upp gagnagrunninn, til þess að migrata gögnum ef þið þurfið og eitthvað svona. Svo eru hugmyndir. Þetta er nú bara eitthvað svona, einhverja hugmyndir, þetta er tengt veffortun hérna frá því fyrir nokkrum árum. Það er bara, þú veist, yfirleitt er þetta bara eitthvað svona að velja eitthvað dómein sem þið hafa á. Já, er það að búa til to-do-kerfi eins og við vorum að gera aðeins í verkefni 1. Viljið þið taka það lengra og expandera á því? Viljið þið búa til eventakerfi? Þú veist, geta skráð event, geta skráð sig á hann sem einhver notandi, almennu notandi, geta eytt og breytt eventum, myndbanda vefskerfi, þú veist, þá getið þið bara geta uploada vídeóm og byrt eitthvað svona, geta byrt og horft á vídeo, eitthvað einfalt en bara hafa eitthvað sem einhver við skemmtilegt. Og eru spennt fyrir kannski helst. Dæmin sem að eru hérna þegar ég var að gefa mjög svona niðurnjörfaðar en svona kláraði svona eiginlega bara hugmyndina mínar og prófaði svo þarna 2023 fyrir 3 árum að hafa þetta bara opið og það er bara gengið mjög vel síðan. Þá vorum við með matsölustað, svona sjónvarpsþættir, vefverslun og bókasafn og þau getið skoðað hérna til þess að fá bara svona hvernig þetta er sett upp. Þetta er allt í Express þannig að þið getið hort til þess og svo getið líka sett upp í Hono. Hér eru sýnlausnir og þessu öllu saman. Síðan með skjölun, þá ætlum við bara að vera, þú veist, hvernig á að setja verkefnið upp. Það þarf að vera gagnagrunnur uppsettur. Það þarf að keyra þessa skipun til þess að fylla gagnagrunnin, eða setja upp töflurnar í gagnagrunnum og þessa hérna skipun til þess að setja upp sítan með einhverjum gögnum ef þess þarf. Þið ætla að tiltaka alla endapunktana. Þannig að ef það er gett á þetta, þá skilar það þessu. Ef það er gett á /list, þá fæ ég alla lista af öllum hlutunum. Ef ég gerir delete/id, þá eyði ég þessu og eitthvað svona. Og svo ætla ég að vera með dæmi ef það þarf að vera með dæmi. Þannig að til dæmis, til þess að búa til hlut, þá get ég gert post á þennan endapunkt og dæmi JSON payload er þessi og það ætti að búa til svona færslu. Hérna er dæmi færslu sem var ólögleg og hún myndi skila villu. Við sjáum þetta síðan aðeins í verkefni 3. Svo ætla ég að hafa helst bara fastan einhvern admin notanda, þannig að hann er bara uppsettur einhvers staðar og það er hægt að logga sig inn og prófa og svo nöfn og notandanöfn allra í hóp. Og það er mikilvægt að því að þú veist, þessi verkefni geta alveg verið svolítið stór eða mikið, þannig að það er erfitt að vera eitthvað að fara yfir hverja einustu skrá og hverja einustu virkni í yfirferð hjá dæmitímakennara. Þannig að þið tiltakið, hér er þetta hvernig þetta virkar, þannig að þetta prófa það og síðan fara yfir kóðan í framhaldinu. Það sem þið deployið er það sem þið skilið. Síðan er kóðin bara leiðin að því.
en þú veist, produktið sem er skilið, þú veist, verkefni sem er skilið er í raun hýst með gögnum, með testnotanda, með virkni sem hægt að prófa. Og út af því að þetta er bara vefþjónustur, þá þarf í raun að prófa það með því að gera vefþjónustu köll. Og það allt sem að hjálpar dæmitímakerfinum í yfirferð er mjög vel þegið. Og þið ætlaði að vinna þetta í hóp og við miðum með 3 einstaklinga í hóp. Þið megið vera 2 eða 4 en það er ekkert, við erum ekkert að draga eða auka kröfur neitt sérstaklega við erum ekki að draga úr kröfum en það eru svona aðeins, ef þið eru 4 eða fleiri að þá er svona gert ráð fyrir að þið klárið þetta aðeins betur hvellið, þið gangi aðeins betur frá þessu, þið sé aðeins betur gert. Ef ykkur vantar að finna ykkur til þess að vera með í hóp þá setjum við brás sem þið getur joinað og spurt. Ef að þið viljið ekki vinna í hóp eða er ekki möguleiki eða eitthvað, þá getið alltaf vunnið þetta sem einstaklingsverkefni, en aftur, það er ekki gert ráð fyrir þetta sem einstaklingsverkefni, þannig að þá bara þurfum að heyra í mér og við finnum út úr því hvernig við getum unnið það saman. Og þið munu síðan halda áfram með þetta verkefni í hópverkefni 2, þar sem að þið skrifið framenda ofan á þessu vefþjónustur. Þannig að það er gott að halda áfram í sama hóp, en þið þurfið ekki að gera það. Og þið getið jafnvel notað það sem grunn sem þið vinnið í hópverkefni 1 og unnið síðan hópverkefni 2 sem einstaklingsverkefni ef eitthvað kemur upp á. Bara við finnum út úr því. Og þetta bara verður alltaf Git og GitHub og þið að vinna allt í gegnum Git, þannig að við mögum geta sé commit history að allir hafi tekið þátt, að allir meðlimir hóps hafi tekið þátt í verkefninu og þið ætti að vera með minnstakosti 5 pull requestur þar sem að þið eru búin að fara í gegnum code review og passa upp á að, þú veist, check-in eitthvað séu og já, GitHub Action er eitthvað sem ætti líka að vera. Þannig að búið til pull requestu, hún er græn, þá fer hún í code review, einhver code reviewer, það er lagað eftir það og mergeað. Síðan er bara hérna matið, svona frekar, svona almennt og þetta er þá bara sett fyrir í dag og þið skilið þessu í senasta lagi föstudaginn 7. mars, þannig að þið hafi rétt mánuð fyrir þetta og þið ætlið öll sem skilið að búa til hóp inn á Canvas og skila sem hópur svo að einfaldi yfirferðina og bókhaldið í Canvas. Og já, það er undantekning í þessu verkefni að ef þið eru búin að búa til að því að svona vinna, svona kröddvinna er ofta tíðum mikil endurtekning þar sem þið eru að búa til eitthvað einu sinni, finna út úr því hvernig þið vilja hafa það og svo afrita kannski 3-4 sinnum fyrir annað. Ok, ég er hérna með listanotendur og nú ætla ég að gera lista hluti og svo ætla ég að gera lista stakan hlut og svo ætla ég að lista hópa af hlutum og þetta er allt saman voðalega svipað en aðeins breytum við þessu að þá getið þið nota einhver svona stór málukönn, Claude eða ChatGPT til þess að hjálpa ykkur við þetta en þá bara takið þið fram hvernig þið gerðu það. Þið þurfum ekki að vera með bara hér allt transkriptið það hvernig þetta var til. Þið takið fram að þessi partur er búinn til með því að gera svona, við promptuðum þetta svona, við reviewuðum þetta sérstaklega svona og við, þú veist, hvað gerðu þið til þess að staðfesta það sem þið fenguð út úr þessu væri rétt. Þannig að þetta er svona það sem er í raun að gerast núna, fólk er að gera í dag að þessi, ég hvort að þið hafi heyrt að því, en það er þessi forritarinn er að færast úr því að vera forritari yfir í að vera svona einhver tæknilegur verkefnastjóri yfir málíkanna niðurstöðum. Svona, setja spurningamerki við það, en jú, við erum bara að finna út úr þessu hvernig þetta er. En það er bara, ef við erum að nota þetta, þá er það bara að gera það ekki blindni, heldur prófa alla hlutina, fara yfir þetta allt og rýna þetta og rýna þetta síðan líka í svona stærra samhengi, þú veist, þegar að búa kannski til 3 hluta og setja alla saman, meikar þetta líka senn saman í heildinni. Og við höfum verið að prófa með þetta og það er til dæmis verið að vera að búa til einhver test sem keyra og bara, þú veist, ok, frábært, test sem keyra og maður svona skannar það og svo fer maður að skoða þau nánar og þá er þetta bara sama testi 3 sinnum, bara rétt búið að hnika einhverju einu til. Það þarf ekki að vera 3 test. Það er alveg, test eru góð, en test getur líka verið of mikið. Það getur of mikið að testum og það býr til svona, kannski svona
falska öryggistilfinningu. Yes, þetta bjóð til virknina, bjóð til testin, það allt grænt, þetta littar og þetta lítur bara vel út, en svo fyrir einhver að rýna þetta þá bara opin öryggishóla. Það geta hver sem flettu upp öllum gögnunum út af því að það vantar að setja authorization á réttan stað sem oft bara ein lína sem vantar og þá þetta allt opið. Svo veit ég hvort það sé hérna þetta, hvað heitir það? Cloudbots eða hvað heitir núna hérna? Þetta nýja sem Reddit fyrir AI agenta. Búin að sjá þetta? Já, hann var vill í þessu. Hann var svona auðkynningavilla. Þannig að það var þetta að skoða allt sem var búið að senda inn í þetta. Allt chat og það var einhver sem var búin að harvesta 100.000 tókena fyrir alls konar þjónustur. Út af því að það var ekki, það var bara opin endapunktur sem var þetta að fletta upp. Sama með eitthvað Vibe for þetta dating app sem kom inn út í fyrra. Þannig að fólk þurfti að skrá sig inn og taka mynd af skírteininu eða nafnskírteininu sinni í Bandaríkjunum til þess að staðfesta að fólk væri þetta. Endapunkturinn fyrir það allt var opið, þannig að þú gæst bara fundið hann og þú gæst bara séð alla notendur, persónulega greinilega gögn, kennitölur allra þessara aðila sem voru búin að skrá sig, bara því að einhver öryggisreviewaði ekki að bakendinn sem átti að vera bara eitthvað svona, eitthvað svona back office endapunktur til þess að hjálpa til við þetta, að hann var ekki læstur rétt. Það svo auðvelt að gera svona mistök því miður og ennþá auðveldara ef við erum ekki að hafa í huga að skoða þetta heildstætt. Já, kannski spáum líka aðeins í þessu varandi hérna, varandi öryggi. Þetta, svona agent coding og svo dependencies eru núna bara að tröllriða öllu að það er allt óöruggt í dag. Það má bara eiginlega gera ráð fyrir því. Það er allt einhvers staðar bilað. En já, þannig að þið ætla að gera eitthvað best að gera sem minnst bilað. En já, þannig að þetta hópurinn 1 og ég mæli með að þið byrjið að spá í þessu og stofna hóp, eða koma ykkur saman í einhvern hóp núna á næstu viku og byrja að plana þetta af því að mánuður fljótur að líða. Einhverjar spurningar? All right.